Dag nokkurn Högni Hinnis kom niður til morgunverðar alveg grúðsyfjaður, varð hann steinhissa. Það lá bréf á dyramottunans, stílað á herra Högna Hinriks. Bréfið var gullbryddað með skjaldarmerki og öllu tilheyrandi. Þegar hann hafði náð sér eftir undrunina, opnaði hann bréfið. Það hljóðaði svo: Kæri Högni Hinriks, þér boðið til kvöldverðar með borgarstjóranum og mér. Svar óskast Lafði Snodgraif. Lafði Snodgraif var góð vinkona afasystur Högna, hennar Möllu. Og hann vissi að kvöldverðarboði fylgdi fullt af góðum mat og tækifæri til að taka afgangana heim með sér. Hann sá fyrir sér allan matinn, en hann sá jafnframt fyrir sér það ófrýnilega augnaráði fólk myndi senda honum ef hann kynni ekki nógu að borðsíði. Ég verð að æfa mig í borðsíðum, annars er mér aldrei boðið aftur. Þá missi ég öllum þessum kræsingum, hugsaði hann með sér. Hann leitaði meðal bókahafa síns og fann þar bók mannasiði. Hann hóf lesturinn á fyrstu síðu. Aldrei sitja eða liggja á borðinu á meðan á máltíð stendur. Aldrei að teygja sig yfir aðra gesti til að seilast eftir mat. Aldrei leika sér að matnum. Aldrei sækja gaffal sem hefur dottið í gólfið. Aldrei syngja, dansa eða skemmta öðrum gestum á milli rétta. Högni Hinnis lokaði bókinni. Honum óx þetta svo mjög í augum og honum fannst óskiljanlegt hvernig fólk gat yfirleitt borðað í kvöldverðarboðum. Hann velti þessu lengi fyrir sér og loks datt honum ráð í hug. Hann ætlaði sjálfur að bjóða til kvöldverðar og athuga svo hvernig gestirnir hegðuðu sér. Hann skrifaði strax boðsbréf til allra vina sína og bauð þeim til kvöldverðar og bað á að hafa með sér bestu borðsíðana sína. Svo sett hann bréfin tafarlaust í póst. Hann var svo ánægður með þetta að hann beið ekki boðana með að elda. Og brátt var allt tilbúið. Hann settist niður og beið, með bókina mannasiði sér við hlið. Hann beið og var stöðugt svangari. Hann skildi ekki af hverju enginn kom. Kannski eru vinir mínir bara ekkert svangir, hugsaði hann með sér. Kannski vilja þær ekki borða með mér að ég kann ekki nógu góða borðsíðu. Kannski eru þeir ekki búin að fá bréfið að því ég var að setja það í póst. Hamingjan góða. Honum fannst hann ósköp kjánalegur, en hann var líka sásvangur. Hann leit á allan matinn sem nú færi í súginn. Og svo byrjaði hann að borða eins hratt og hann gat. Aldrei höfðu svo fáir torgað jafn miklu mat. Hann valt niður að borðinu. Bókin lá opin við hlið hans og á blaðsíðunni stóð: Aldrei borða yfir sig. Stattu aldrei fullsattur frá borðum. Högni Hinnis las þetta og hugsaði með sér: Jæja, en mannasiðir þurfi ekki